ólík. Svona. Þá ætla ég að taka mynd. Já. Heyrðu, þá bara ætla ég að byrja á að deila skjánum með ykkur og þið mig endilega við ykkur dettur í hugur og spurningar á leiðinni að setja þær hérna inn í tjattið. Þannig að við bregðumst við þeim bara eins fljótt og við mögulega getum. Sko, 2 karlmenn komnir, hvað erum við að segja með kynjahlutföll? Já. Gerast, sko. Svona. Það ekki bíð. Já, ég hleypti mín. Já. Svona. Hanna. Sjáið þið skjáin hjá okkur núna? Já. Flott, frábært. Þessar myndir eru sem sagt allar nema tásumyndin. Tásumyndin nú frá Loch Ness úr fyrstu ferðinni hjá okkur. Allar hína myndirnar sem þið sjáu þarna. Já, nei, ég ætla ekki að segja 50%, nei. Haltu bara á. Ég held bara áfram. Eitt fyrir auð. Við náttúrulega aftur ætlum að ferðast Skotland einfallega af því við höfum þessa sterku tengingu við landið og þið náttúrulega sem komu með okkur í fyrra þekki það að við höfum alls konar sögur af því að hafa upplifað fyrri líf og ýmislegt áhugavert sem við upplifað saman í sitt hvoru lagi þarna. Ekki eru nú færri sögurnar úr þessari ferð. Nei. Þannig að það er alls konar þessi heimþrá. Mér líður hvergi eins og ég eigi bara alveg eins mikið heima eins og í Skotlandi, sérstaklega í Hálöndunum. En við þurftum að prófa eitthvað nýtt. Við fundum þörf fyrir að fara á fleiri staði og tengja við líf og verur þar. Og það er svo magnað að upplifa ólíka steinahringi til dæmis og þeir sem tóku þátt í því vorum að spyrja steinahringina, það eru náttúrulega steinahringir út allt. En við fórum náttúrulega ólíka steinahringi í ferðinni í fyrra, en svo erum við að fara í ennþá fleiri og ennþá ólíkari í þessari ferð. Og bara náttúruverurnar og að fara eins og það sem heitir álfana og þetta er allt bara algjörlega magnað að fara í kastalana, kastalarústirnar, þetta er allt bara mjög ólíkt. Já, og ég hef oft fengið sterkar fyrirlífsupplifanir í Skotlandi en á þessu svæði ég held að ég bara grét úr mér augun þarna upp á Hól og það var alveg, þetta var eitt af því magnaðasta sem ég hef upplifað sko. En svo skorar þetta svæði svolítið á mann líka. Því það er náttúrulega búið að skrásetja mikið af sögunni með mannkynssögunni eins og hún er skrifuð þarna og búið eins og safnið sem við heimsækjum til dæmis í Kilmartin Glen og svona. Já, að þetta svæði skorar á mann því að andinn segir manni oft annað en söguspjöldin gera. Og það er það sem að mér fannst svona rosalega áhugavert þegar ég fór þarna var akkúrat það. Andinn var að segja mér annað en söguspjöldin sögðu. Og þess vegna verður mjög áhugavert að vita hvað þau sem að velja svo að koma í ferðina, hvað þið upplifið. En við ætlum bara líkt og áður að tengja okkur við Skotland, við náttúruverurnar eins og Alma segir, tengja okkur við okkar, kannski ef við eigum fyrir líf, að tengja okkur svolítið þangað og skoða okkar vegferð með Skotlandi gegnum jarðvegsstjórn. Tengja okkur við þetta svæði af því orkan þarna er svo ólík. Við erum komin vestar, allt öðruvísi saga og bara öðruvísi, kannski landslagið er líkt en samt. Þetta er annað heldur en við vorum í síðustu ferð. Já. Og það sem er meðal annars öðruvísi, hvað er strik þetta? Það er nefnilega góð spurning. Það er alltaf leið, við látum það ekki til blokkur. Að við verðum allan tíman á sama stað, gistum á sama stað í þessu fallega sveitasetri sem heitir Ballinakil og við sjáum á korti og eftir nákvæmlega hvar í Skotlandi þetta er. En þetta er eins og segir, þetta er gamalt sveitasetur og herbergin þarna er afskaplega hlýleg og það er nóg af svona rýmum sem við getum notað, setustofur, það er salur fyrir okkur
og þetta heldur mjög vel utan um okkur og svo náttúrulega svæði í kring, afskaplega grænt og fallegi garðar. Og við erum bara algjörlega út í sveit. Það pínulítið þorp með einni bensinstöð þarna rétt við, búið. Og annars bara næsta í korter 20 mínútna fjarlæg næsta þorp. Þannig að við erum þarna bara á staðnum allan tíman nema þegar við förum í ferðirnar og við verðum erum með 12 herbyggi í húsinu með öll með sérbaði. Nóga stofum eins og Hrafn sagði og svo ætlum við að vera með matreiðslumeistara með okkur og við erum sko ekki svikin af matnum hennar Dóru því að það gerir engin, ég mikla matar á stofunni og það gerir engin betri mat en hún held ég. Og hún sér um alla máltíðir og Dóra sko ekki bara snillingur í að búa til mat, hún sérfræðingur í óþolum og grænmetisfæði og öðru þannig að hún þekkir inn á allt sem að getur komið upp á í svona ferðum. Og húsið bara fyrir okkur, þannig að við leggjum áherslu á það að það geti allir bara notið sín og slakað á og fengið einveru ef á þarf að halda, en líka félagsskap þegar á þarf að halda. Og svo eru góða gönguleiðir þarna í kring fyrir þau ykkar sem vilja kannski labba niður að sjó eftir að degi loknum og svona, þá hálftíma ganga þangað. Já, niður á ströndina. Niður á ströndina. Það talaði maður mjög falleg strönd þarna við og líka ennþá lengri gönguleið upp á Höfða fyrir ofan ströndina og annað, þannig að það hægt að fara svona lengra ef okkur langar. Já. Hérna nokkrar svipmyndir úr húsinu, eins og ég segi, ég veit ekki hvort að þið sjáu þetta bláa strik þarna en ég veit ekki hvaðan það kom, en það bara breyta tilveruna. Já. En við til dæmis erum með 2 stofur fyrir utan salinn þar sem við munum nota í vinnun okkar, en upp á annarri hæð þar sem að herbyggin þar hvíta stofan sem hérna niðri í horninu og það verður svona hljótt herbyggi, þannig að við getum verið þar að hugleiða eða lesa eða við viljum bara vera í rólegheitum og í einveru. Svo stofan þar fyrir neðan sem í hinu horninu niðri, hægra megin, að það stofan þar sem við getum verið að spjalla. Þannig að við höfum rými fyrir allt sem okkur langar að gera. Því það líka mikilvægt í svona að okkur geti öllum liðið vel. Svo verönd fyrir utan, það heitur pottur. Og já, bara allt sem við þurfum til að láta okkur líða vel á svæðinu. Já. Ferðatilhögunin inn í verðinu sem við fáum að sjá eftir í rauninni bara öll ferðin eins og hún leggur sig. Og við fljúum til Glasgow með Icelandair og keyrum svo frá Glasgow til meðfram Loch Lomond sem náttúrulega alveg dásamlegt svæði að fara stoppum aðeins þar og förum svo áleiðis í Ballinakil. Og þetta tekur svona 3 tímar að keyra en við náttúrulega stoppum á leiðinni. Þetta svona 3 til 4. Já. Svo getur verið þessi bónusstopp ef það gott veður og svona rétt áður við komum í Ballinakil, þar bær sem heitir Tarbert, þar sem við Alma gistum þegar við vorum þarna síðast og það alveg yndislegt útsýni úr honum þegar gott veður, þannig að hugsanlega aukastopp, við sjáum bara til hvernig það fer. Við erum búin að panta gott veður, þannig að þið alveg eins og síðast. Þeir sem voru síðast viti hversu mikið vald við höfum á veðrinu. Allavega það rigni ekki. Já. En svo á öðrum degi þá ætlum við að vera í Ballinakil. Við ætlum að fara í hugleyslur, við ætlum að tengja við landið og skoða ásetning okkar fyrir vikuna og dvelja á staðnum, kynnast betur og svona bara treysta böndin. Og svo ætlum við á degi 3 þá förum við til Kilmartin Glen. Þar ætlum við að byrja á að skoða safnið sem að einmitt skoraði eins og hausinn á okkur, allar þessar skrásetningar og ágirskanir í rauninni. Það búið ákveða eitthvað sé einhvern veginn og við kannski upplifum það öðruvísi. En þar mjög áhugavert að skoða, þar steinarhingur og steindysjar eða cairns sem að þar eru 3 í röð og svo komum við að steinarhingnum og svo eru líka standandi steinar og við ætlum að ganga þessa leið og stoppa og hugleiða og annað á milli.
Já, og svo þetta sem sagt fyrri dagurinn okkar á þessu svæði sem heitir Kilmartin Glen og dalur sem er mjög þekktur einmitt fyrir þessar minjar og það eru þarna upp eftir öllum dalnum eru steinahringir, steindysjar, standisteinar og annað slíkt. Og annan daginn ætlum við að leggja áherslu á að heimsækja Dunnart fort sem er staðurinn þar sem ég grét úr mér augun og þar til dæmis lögð rosalega mikil áhersla á sögu staðarins sem sko virkis og eitthvað svoleiðis en við fengum svolítið aðra sögu þegar við vorum þarna og hittum ljósverurnar og náttúruverurnar sem þarna eru. Og við ætlum líka að heimsækja mjög fræga svona steinaristur, allavega 2 svoleiðis staði og enda svo í kastalarústunum í Kallikassi kastala. Og þetta er allt á þessu Kilmartin Glen svæði sem það er alveg magna hvað mikið af á litlum bletti. Já, magna hvað mikið af fallegum orkustöðum þarna, út allt. En eins og við sögðum, þetta er allt saman líka svolítil áskorun fyrir okkur sem skynjum mikið því að maður fær oft svona tilfinninguna að mannkynssagan sé ekki alveg rétt skrifuð og þá er alltaf áhugavert að heyra hvað kemur til manns, sko. Já. En svo þegar við erum búin í Kilmartin og við förum alltaf tilbaka í Ballinakil seinni part dags og erum þar í kvöldmat og eigum kvöldið saman þar og það er svo sem ekki mikið dagskrá á kvöldin, þannig að við leggjum áherslu á að byrja alla daga með morgunstund og enda þá með kvöldstund sem þá bara stuttar, kannski 15-20 mínútur í byrjun dags og lok dags. Að öðru leyti eru þau nokkuð frjáls á kvöldin seinni partinn eftir að við komum heim. En svo degi 5 þá liggur leið okkar til eyjunnar Arran. Það er staður sem við vorum dregnar mjög fast á. En við sáum rosa lítið vegna þess að það var grenjandi rigning og skýin náði mér að sjó nánast þegar við fórum. En það kom ekki veg fyrir það að við fundum vel orkuna sem var þarna og hittum ýmsar verur og það var algjörlega magnað. Það var alveg geggjað. Og bara að við sjá staðinn sem við ætlum að fara út Rúm og Dún, það er svo margt þar sem að við erum rosalega spenntar að sjá. Því að þar voru risaeðlur til dæmis, þar svo merkjum risaeðlur og gamla regnskó og ýmislegt fleira og þar er mjög andlegt fólk og þau ætla að vera með okkur yfir daginn, setja saman dagskrá fyrir okkur heimamenn. Þannig við erum mjög spenntar yfir því. Já, og þetta er í rauninni einkajörð, herrasetur og einkajörð, stór jörð sem fylgir með herraseturinu og sveitaseturinu, ekki hvað maður á að kalla þetta, það er stórt svona fallegt hús þarna líka. Þarna eru ýmis verkefni í gangi, til dæmis sem tengjast fornleifafræði, jarðfræði, vistfræði, dýrafræði, líffræði. Það er bara alls konar verkefni í gangi sem er alveg ofboðslega merkilegt að kynna sér og hvernig þau hugsa og hvernig þau gera hluti. Þannig að við hlökkum mikið til að verja heilum degi undir þeirra leiðsögn og fá að vita bara og sjá allt sem okkur langar til. Það var bara gaman að taka ferjuna þarna yfir og það er stutt á milli og svo seinni daginn þá förum við í Steinahringi. Við förum í Brótikkastala og fáum leiðsögn þar hafa nú ýmis fyrirmenni verið. Já. Og gaman að skoða kastalan og sjá hvað við upplifum og það var lengi búið í þessum kastala og svo förum við í garðana þar í kring, þau eru rosalega fallegir og við erum svona spenntar að geta kannski fengið að vera smá í þeim, ekki að drukkna í rigningunni. En það er alveg sérstakur asískur garður, það eru svona þemagarðar, við minnið þessu 7 þemagarðar þarna. Og svo ætlum við að hægt að fara í smá túristabúðir í Brótikk, það er stærsti bærinn á Arran, áður en að við förum tilbaka aftur. Og svo þegar við erum búin að heimsækja bæði Kilmartin og Arran, við báða dagana sem fyrir til Arran tökum við alltaf ferjuna að morgni og komum svo tilbaka með ferjuna seinni partinn eða kvöldin. Og svo er svona lokadagurinn okkar í Ballinakil, það verður fyrri partur eða fyrri hluti dagsins verður helgaður svona innri athöfnum og ferðalagi þar sem við erum svona að leggja svolítið loka
höndin á þá vinnslu sem búin að vera í gangi hjá okkur og innra með okkur í ferðinni sem verður óneitanlega einhver. Það er mjög erfitt að komast hjá því allavega í svona ferð að það fari ekki eitthvað á stað. En seinni hlutinn af deginum, ég er eiginlega bara, ég veit ekki, ég held að ég sé bara spennustur honum af öllu sem það er. Nei. Þar ætlum við að halda svona alvöru sveitasetursboð. Við ætlum að fara í high tea, sem er svona fínt teboð í sveitaseturinu og við ætlum að klæða okkur upp. Við höfum eftir að ákveða svona nákvæmlega hvert þemað er, sko, en við ætlum ekki að hafa þetta offlókið. Fyrst vorum við að hugsa hvort við ætlum að hafa þetta einhverju svona aðalsföt, en það er kannski heldur flókið að verða sér út það, þannig að við segjum ekki bara blómakjólar og einhverju fínar buxarskyrtu fyrir kallana, sko. Og svo ætlum við ætlum að halda sem sagt teboð og svo kvöldmaturinn kvöldi og við ætlum að leika okkur bara allan seinnipartinn, ætlum að hugsanlega fáið eitthvað hlutverk til að leika og svo verður bara skemmtun fram eftir kvöldi. Já, gerum eitthvað mjög skemmtilegt. Þetta er nefnilega, það er glæsilegt borð, það geta sko 20 mann setið við borðstofuborðið og geti ímyndað ykkur í svona flottu stofum. Það verður nú fínt að geta aðeins leikið sér að vera Við verðum eiginlega að finna okkur nytjamarka og þannig að allir geti keypt sér einhverju svona enska hatta. Það væri geggjað. En svo er það bara heimferð. Já. Og þá keyrum við að snemma frá Lanarkil snemma að morgni og erum komin til Glasgow. Flugið fer það ekki 3? Hálf svoleiðis. Og þannig að við þurfum að vera komin hádegi, 12 flugvöllin og svo bara höldum við heim. Og svo er náttúrulega alltaf þau sem vilja geta þá breytt flugi og það kostar þá bara eitthvað aukalega ef þau vilja vera lengur eða hvernig sem það er, eða einhver sem vilja lengja ferðina. En flugið er sem sagt innifalið í verðinu á þessu sinni. Já. Og ferðust við saman sem að, já. En við ætlum að skoða leiðina. Já. Hér er sem sagt Glasgow og leið okkar liggur hérna fyrsta daginn, hérna norður eftir og meðfram Loch Lomond hérna að vestan. Hér upp og svo heitir þessi skagi, hérna heitir Kintyre skagi og við förum alla leið hingað niður eftir og hér er Ballinakil. Og þetta er ekki langt sem við erum að fara eins og til Kilmartin, þetta eru 45 mínútur svoleiðis í rútunni. Þannig að þegar við förum til Kilmartin Glennas á 2 daga þá keyrum við hingað upp eftir. Gegnum Tarbert, þetta er mjög grænt og fallegt svæði og fallegt að keyra með fram sjónum. Og í Tarbert er lítil búð sem svona eins og kaupfélag sem er þá hægt að stoppa í ef að fólk er orðið búðaþyrst. Já, það er að fá sér kaffi. Já, einn besta kaffi bara sem ég fekk í Skotlandi er í þessum bæ, það er allt dásamlegt. Þetta er rosa fallegur bær. Við stefnum á að geta stoppað og þar er líka kastalarústir upp á hæð. Það er óbúslega fallegt útsýni þarna yfir sjóinn. Því þetta er náttúrulega svona þetta er náttúrulega bara rólegt svæði. Svo er gott að taka það fram að fyrri daginn okkar í Kilmartin Glen að gangan sem við förum þar, hún er á jafnsléttu en við erum að ganga í svona með stoppum auðvitað og bara rólega í svona 3 tíma. Ég man ekki nákvæmlega hvað hún er löng í kílómetrum, ég held þetta sé 3 kílómetrar eitthvað svoleiðis. Hún er ekkert mjög löng og við förum rólega en það þarf þeir sem að taka þátt í ferðinni þurfa að geta gengið þetta. Og svo þegar við förum í Arran þá keyrum við hérna yfir til bæjar sem ég nú akkúrat bara stolið úr mér hvað heitir og er bara rétt hjá og tökum ferjunni hérna yfir. Já, þetta er nú eiginlega ekki bær. Nei, þetta er eiginlega bara svona höfn svona, já. Keyrum fyrra daginn, þá keyrum við hérna niður til Drummadon og Arran er ekki stór þannig að maður er aldrei lengi að keyra neitt þangað og erum hér í Drummadon daginn, fyrir svo aftur tilbaka til Lochransa og yfir með ferjunni og svo seinni daginn förum við þá hérna yfir eyjuna Þvera og göngum hér upp meðfram Geitafelli eða Goatfell og þar uppi, þetta er ekki mikil hækkun sem við göngum þar en þetta eru rúmi 4,2 eða 4,3 kílómetrar allt í allt sem við göngum þann daginn
Hækkunin kannski svona 40 metrar, þannig að þetta ekki, við erum ekki að ganga mikið í brekkum. Þetta eru 3 stopp á leiðinni, við löpum að stærsta steinahringnum sem er sem sagt innst, en á leiðinni eru svo líka dysjar og annar steinahringur. Þannig að við stoppum á öllum þessu stöðum og fólk þarf að geta gengið. Eins og ég segi, þetta er ekkert klifur, ekkert príl, en við þurfum að geta gengið svona í hægðum okkar, getur við sagt, og við þurfum að geta klárað gönguna á svona 3,5 tíma með stoppum. En það er svo þægilegt að þetta sé ekkert svona príl. Það munar alveg. Og það eru allstaðar stígar sem við göngum eftir, þannig að við erum heldur ekki að príla í einhverjum þúfum eða einhverju svoleiðis. Þannig að, já, svo það hérna praktísk atriði. Hvað er innifalið í verðinu? Að þessu sinni er innifalið öll gistingin, morgunverður, hádegisverður og kvöldverður, og í þeim tilfellum þar sem við förum úr húsi, þá er það annarkvort sem við fáum þá nesti með okkur eða þá að við borðum einhvers staðar á veitingahúsi og það er þá innifalið líka. Allar rútuferðir innan Skotlands, sem sagt til og frá flugvelli, allar skoðunarferðir og öll skipulögð afþreying í leiðarlýsingunni, aðgangur að öllu þar sem maður þarf að greiða aðgang og leiðsögn þar sem þar er. Og svo er það auðvitað það sem við leggjum til sem eru þessar huglistur og verkefni og leiðsögn og svona okkar utanumhald utanum dagskrána. Morgun- og kvöldstundir, leiddar samtengingar við Magnaða orku Skotlands og svo okkar leiðsögn. Það er náttúrulega að fá að vera með okkur í heila viku, er náttúrulega bara dásamlegt, sko. Finnst okkur? Mér finnst rosa fínt að vera með mér. Ég situr stundum með það, þannig að reiskott mér líka vel. Já. Þetta er náttúrulega bara dásamleg samvera, en svo líka náttúrulega bara áhersla á það að við getum fengið að til dæmis ganga stundum í þögn. Já. Og við erum með ákveðnar leiðir þar sem við erum bara að stoppa, við erum að upplifa, en síðan er líka næg tækifæri til samveru. Já. Og ef við kíkjum hérna aðeins á myndirnar, þá er hérna efsta myndin, þetta er tekið af toppnum á Dunnart Fort. Þangað upp er smá príl, en þetta er bara svona, þetta er ekki fjall og ekki einu sinni eiginlega hæð, þetta er bara svona lítið tóll. Já. En það er göngustígur, en það er svona, það er smá príl. Við hjálpum stað? Já, já. Þetta er sem sagt hort upp á Dunnart Fort og svo er þetta Callacassie, eina sem stendur eftir af Callacassie kastalan, það er þessi hérna turn. Og það er ekki að labba upp í hann. Já, þar eru tröppur. Hér stend ég við steinahring sem við Alma undirbjöggum síðast og þurfum svo að fara með steinahringjakóðan inn í núna þegar við förum saman og virkja. Þetta var svolítið skemmtilegt atriði, þannig að þarna var ég næstu búin að valda sinueldum en náða slökkva á. Gaman að þú náði mynd af því. Já, sjálfsögðu, maður verður nú að gera sitt besta, sko. Og svo hvað er ekki innifalið, það er þó allar ferðir hérna innanlands á Íslandi til og frá flugvelli og matur á meðan við erum á leiðinni frá Glasgow flugvelli og í Ballinakil og svo öfugt tilbaka. Og svo er til siðs að gefa rútubílstjórum og leiðsögufólki, sem sagt innlendu leiðsögufólki þarna þjórfé. Þannig að maður þarf að passa sig að hafa eitthvað smá með sér til þess að geta gaukað að þeim. Oft sofnum við bara saman til dæmis í rútunni fyrir bílstjórunum eða eitthvað svoleiðis og hérna það er gott að hafa eitthvað smá með sér. En það þarf ekkert að gefa okkur þjórfé. Við erum alveg bara glaðar með að hafa félagskapinn. Það er nú gott í hjartað. Og aftur hérna er mynd sem ég tók úr turninum í Callacassie, hérna kastalanum og Alma, hér fór hún inn í einhverja svakalega fyrirlífs. Já. Upplifun og ég fór í svakalega fyrirlífsupplifun hérna upp í turninum og hérna situr Alma upp á Dunnart Fort. Þetta hérna sjáum við yfir Kilmartin Glen, þetta er dalurinn þar sem allir þessi steinahringir og þetta virki hérna í rauninni, Dunnart Fort er við þar sem að dalurinn opnast, sem var svona besti útsýnispunkturinn til að verja svæðið. Og hverjir geta farið í ferðina, náttúrulega bara fólk á öllum aldri með fallegt og forvitið hjarta.
byrjendur og andlegu brautinni sem og lengra komnum. Við þurfum ekki að hafa ástundað andleg mál í langan tíma, við þurfum bara að vera forvitin og áhugasöm. Við þurfum að vera svona nokkuð vel ferðafær og geta farið í rólegar göngur alltaf 3 klukkutíma með stoppum og verið mikið úti. Og það þurfa allir að taka þátt í dagskránni, þannig að það hentar ekki til dæmis að ætla að ferðast með vini eða maka sem ætla bara að vera á sveitasetrinu og ekki taka þátt. Það er bara ekki nóg gistipláss í það, þannig að allir þeir sem að kaupa sig í ferðina taka þátt í allir dagskránni. Og svo fólk sem vil ferðast á nýjan og öðruvísi hátt. Þetta er náttúrulega bara allt annað að vera í þessum félagsskap, við erum í dagskrá þessa daga. Leggjum áherslu á að skynja og upplifa og vera í hugleiðslum, hugleiða og stoppa og tengja við landið og það er algjörlega magnað það hvað gerist, hvað það gerir fyrir okkar upplifanir að vera í hóp. Og ekki bara líka fyrir okkur þegar við erum að ferðast með hóp og við vitum það þegar við leggjum saman og sitjum í hring og erum að hugleiða upplifanirnar eru oft miklu magnaðri heldur en ef við erum ein. Og þess vegna leggjum við svo miklu áherslu á það að fara hægt yfir og bara njóta og upplifa. Og svo náttúrulega fyrir utan lúxusins að geta lúxusinn að þið þurfum bara að mæta út á Keflavíkurflugvöll. Svo þurfum við ekki að hugsa fyrir að við komum til Keflavíkur aftur. Það er það sem mér finnst svo dásamlegt við að fara inn svona ferðir, sérstaklega þegar maður er að fara í eitthvað svona andlega teng. Að maður er bara svolítið leiddur áfram og maður fær bara að vera í orkunni. Maður fær að vera í sjálfum sér. Og það er það sem skiptir okkur miklu máli, að búa til það rými að þið getið upplifað með hjartanu eins mikið og ykkur er kleift að gera. Heil vika njóta. Heldur betur. Það er gott að skilja ensku, vegna þess að við förum á staði þar sem við fáum leiðsögn frá heimamönnum. Þannig að það er gott að fá að skilja ensku en við getum túlkað það náttúrulega bara í stórum dráttum, ekki hvert einasta orð ef það er einhverju sem eru ekki sleipri ensku, en við þurfum að vita það fyrirfram. Þannig að það sé ekki bara hnift í okkur á staðnum sem viltu þýða, heldur þurfum við að vita bara áður en ferðin fer á stað hverjir þurfa aðstoð við það. Þannig að fólki líka á stöðunum sé meðvitað það að það sé ekki allir enskumælandi og allir geti gert ráð fyrir því að gera góð stoppin á milli þannig að hægt sé að fylgja eftir því sem er verið að segja. Verð og greiðslur, í boði gisting í 2 manna herbergi með baði, við erum að bíða eftir svari, eða komið? Jú. Ég sé það, já. Og eins herbergi, þú er svo snögg, ég sá ekki eins og þú gerðir þetta. Vá, svona er ég, þú veist. Já. En það er sem sagt bóði gisting í 2 manna herbergi með baði eða 1 manns herbergi með baði. Og 2 manna herbergi með baði er þá 475.000 á mannin. Þetta er selt í pundum? Já, selt í pundum fyrir aðeins eftir gengi og 1 manns herbergi er þá 3.600 pund eða 612.000. Og það þarf að greiða staðfestingargjald strax við skráningu sem er 780 pund sem reiknast út núna, það var á vefsíðun okkar. Það voru 130, ég skal bara reikna þetta. Já, alltaf mann ég ekkert hvað 780 pund. 132.600 með þetta, 132.000 rúmlega. Þar af eru 300 óafturkræf ef þáttakandi hættir við eða ef ferðin verður felld niður. Og ástæðan fyrir því er hreinlega vegna þess að við þurfum að standa við skuldbindingar gagnvart gististaðnum og það er ákveðin uppaf því sem er óendurkræf til okkar. Þannig að þetta er svona dómínós áhrif. Yes. En það er líka nauðsynlegt bara fyrir þá sem hafa áhuga á að bóka, skoða afbókunarskilmála, þeir eru neðst á síðun okkar og líka inn á síðu TripOrganizer sem er skoska ferðaskrifstofan sem við vinnum með. Við tókum það ákvörðun strax að skipta við innlendan aðila vegna þess að það skiptir okkur máli að við séum að efla lítil fyrirtæki í heimabyggð þarna. Þetta fyrirtæki er staðsett í Edinborg. En þetta er lítið fjölskyldufyrirtæki sem gerir út ferðir þaðan og þau hafa reynst okkur vel, skipulögðu síðustu ferð með okkur líka. Það er hægt að greiða ferðin í einni greiðslu en það er líka hægt að skipta greiðslunni í 4 hluta og þá sjást upphæðirnir þarna. Þetta er miðað við þá 2
verð fyrir 2 manna herbergi Já. og verði fyrir eins manns þá bara 3.600 Og þá deilt á og deilt, þau já. setja það inn á síðuna. Það var fyrsta greiðslan 780 og svo restinni greitt hægt að dreifa rest á 3 greiðsludaga. Já. Og þetta náttúrulega, eins og segjum, það allt innifælið. Það þarf bara ef þú vilt kaupa þér eitthvað til smá snarl á leiðinni og náttúrulega matur á leiðinni til og frá flugvelli þar sem stoppað, það eina sem ekki innifælið í ferðinni. Og hér settum við svona til gamans bara umsagnir úr hjarta Skotlandsferðinni sem við fórum í síðast og okkur þykir alltaf óbúslega vænt að lesa þetta. Því að þessi ferð var alveg, hún fór fram úr bæði okkar björtustu vonur held ég og líka vonum þeirra sem mættu. Þannig að við vitum að við getum gert þetta og gert þetta mjög vel. Algjörlega. Og erum alveg afskaplega spenntir að fara með nýjan hóp og nýjan stað. Já, og þau fengum bara dásamlega fallegar umsagnir. Já. Mjög þakklátt fyrir það. Og já, við vorum öll sammála það síðasta daginn því að ferðin var að vera búin við vorum alveg til í að vera bara vikið viðbót og vera alveg yndislegt sko. Alveg dásalegt. Það var líka bara rosalega góður hópur og við náttúrulega leggjum áherslu á það eins og bara í öllu okkar starfi að vinna saman og tengjast og við erum að styðjum hvort annað og erum hana saman. Þannig að þetta mjög spennandi ævintýri framöndan. Já. Svo ákváðum við að setja saman til ákveðið tilboð fyrir þau sem eru búin að bóka eða tryggja sér sitt pláss fyrir 2. október að við ætlum að bjóða upp á námskeið leyndardóma helgra steina og gefa með námskeiðinu spilin Ancient Stones Oracle eftir Rebecca Campbell sem náttúrulega tengja bara beint inn á þessa orku sem við erum að vinna með. En á þessu námskeiði við ætlum að setjast niður aftur, við ætlum bæði að fara aftur í punktan okkar úr ferðinni og svo ætlum við að setjast niður og bara miðla efni til þess að segja ykkur frá á þessu námskeiði. Við höfum náttúrulega farið í helling af steinarhingjum og ýmsum stöðum og unnið með steinarhingja og ýmsan hátt og bara gaman að taka þetta saman og segja frá. Já, mér finnst það ótrúlega spennandi því við höfum aldrei áður markvisst sest niður til þess að taka við upplýsingum. Við gerum það auðvitað alltaf þegar við ferðumst, þá tökum við upplýsingum og skrifum niður í bókin okkar en aldrei svona markvisst sest niður til að miðla og ég hlakka mjög mikið til að sjá hvað kemur því að ég mjög skeptísk á margt sem ég hef lesið þessa hluti og ég veit að það annar sannleikur að núti sem að við höfum eftir að fá að heyra. Ég hlakka til að sjá hvort það eitthvað kemur til okkar. En við ætlum að halda námskeiði miðvikudaginn 8. október þannig að þau sem að skrá sig og staðfesta ferðina fyrir 2. október fá þá þetta námskeið og spilstofninn. Tími til 1. Já, tími til 1. október til að skrá sig til að ná sér í pláss og þú námskeiðinu. Búin að segja við komum ekki fleiri en 16 fyrir húsinu. Já, það komast bara 16 í húsið. Já. Pluss við og pluss Dóra og hennar aðstoðarkokkur. Þannig að það eru bara 20 manns allt í allt sem fá að komast í húsið og við höfum þar að leiðandi bara 16 pláss sem við getum selt. Það verður spennandi að sjá hverjir koma til með að fylla þau pláss. Við erum einhvern veginn búin að vera með svo fiðringin beinunum eitthvað og við erum svo ótrúlega spenntar. Verðið þið með námskeiðið á netinu? Já, námskeiðið verður á Zoom, já, og verður bara fyrir þau sem skrá sig fyrir annan, fyrir klára staðfestingu 1. október. En til að skrá sig þá þarf að ljúka 2 skrefum og það á ekki bara að sýna það út af þessu. Sjáu þið skjáin minn núna, vefsíðuna? Já, ok. Til að skrá sig þá skrollið við hérna neðst á síðuna. Hér eru allar upplýsingar og það hægt að skoða, það önnur síða með nánari leiðarlýsingu.
Og hér eru allar upplýsingar um verð. Við eigum eftir að setja inn hérna upplýsingar um einsmannsherbergi. Ég geri það bara núna eftir. En til að skrá sig þá þarf að byrja á að íta hérna þannig hnapp, setja inn nafn, fornafn, eftirnafn, netfang, staðfesta því séu ekki vélmenni og senda. Það er fyrsta skref. Það fyrir okkur, við sendum þeir svo upplýsingar frá okkur. Þá færðu tölvupóst frá okkur og svo fyrir skosku ferðaskrifstofuna þá smellið á þennan hérna hnapp, það er semst annað skrefið og gangi frá greiðslu þar. Við tökum ekki við neinum greiðslum hér. Það enda er það ólöglegt. Yes. Fengum ekki athugasemd, fengum fyrirspurn frá Ferðamálastofu síðast þegar við auglýstum ferð. Og við vorum rosalega stoltar að geta sagt þeim að við vorum algjörlega að fara eftir öllum lögum. Svo sjáu þið hérna afbókun skilmála. Já. En það náttúrulega gildir þetta eins og önnur ferðalög, við þurfum að passa að við séum í vegabréfi í lagi, við þurfum og það er ekki inni í þessu, það er að við þurfum að kaupa okkur núna ferðaheimild inn í Bandaríkin, Bandaríkin inn í Bretland, eins og í Bandaríkin. Við setjum það bara í tölvupóst til ykkur líka, hvernig það er gert. Og hérna, svo þurfum við bara að passa að vera með tryggingar. Já, ferðatryggingar. Já. Og öll kreditkort eru með, þetta er bara að kynna ykkur hvaða ferðatryggingar eru á kreditkortunum ykkar. Flest öll kreditkort eru bara með mjög fínar tryggingar. Þannig að það er gott að kynna sér það vel. Og svo er bara, að þið eru með einhverjar spurningar. Varðandi þetta allt saman. Eru einhverjar spurningar? Ég er alveg agndofa yfir þessu, sko. Ég er svo spennt fyrir ferðinni að ég er bara búin að hlusta og bara, ég veit ekki hvað ég á að spyrja um. Mér bara finnst þetta æðislegt og ég ætla bara að skrá mig núna eftir. Bara mæta í Keflavík, 7. Já. Takk. Það er yndislegt, gott að heyra. Yndislegt. Já, við erum bara ótrúlega spenntar. Við vorum rosalega spenntar fyrir fyrstu ferðinu og við erum ekki síður spenntar fyrir þessari. Bara, ég stíka svo dásamlega að fengi þetta hús og geta verið saman á einum stað allan tíman. Það er ekkert annað að trufla okkur. Kannski bara gott að taka fram að því við erum náttúrulega bara ein í húsinu, það er ekkert áfengi í boði meðan á dagskrá stendur. Nei. Og við náttúrulega bara mælum með því að það sé yfir höfuð ekkert áfengi í ferðinni. Og náttúrulega við vitum að það verður vel hugsað okkur af Dóru, við fáum allan þann mat sem við viljum fá og finnst gott að borða. Og örugglega meira til. Já. Það verður ábyggilega ekki vantar ávöxt í morgunmatinn og eitthvað svona eins og að því að í Skotlandi er morgunmaturinn kannski bara aðeins öðruvísi heldur en við erum vön. En Dóra veit hverju við erum vön, þannig að hún passar vel upp á okkur. Já. Akkurat. Já, við bara hvetjum ykkur til þess að, ef þetta kveikti ykkur, að fara inn á heimasíðuna okkar, starcoachacademy.is og þar efst bara í vefmyndinni tengill sem heitir... Þetta bara tengill í spjallið? Já. Þið sjáu þetta efst eða í, það heitir Skotland 2026, set tengilinn hérna í spjallið ef þið viljið kíkja. Endilega kynnið ykkur, ég set verðið fyrir einsmannsherbergi inn núna eftir, Beril að græja það inn að komið inn í greiðslu sína, sko. Svo snögga þessu, sko. Þannig að við hendum þessu inn hjá okkur og þá ætti allt að vera klárt. Jú, og svo heyrið bara í okkur ef það er einhverjar spurningar. Sendið okkur skilaboð og og við svörum eins fljótt og mögulegt er. Já. Annars bara vonstu til að sjá ykkur, því miður getum við ekki séð ykkur öll. Nei. Vegna þess að þið eru fleiri en 16. En vonandi sem flest. Takk innilega fyrir í dag og við heyrumst og sjáumst vonandi sem allra fyrst. Bless. Takk fyrir. Takk.